sýndu miskunn mér, allir þrá uppgjöf synda, elsku hans bjarga. Vonans mannkyns, Jesús, fluttan getur fjöll, hann frelsað getur hvern mann, frelsað getur hvern mann. Mig, höfundur míns hjartans, því hann sigraði gröf, Jesús sigraði gröf. Takk mig eins og er ég, öll mín brot og syndir, og hendur nýjar mig. Þér fel mitt líf og fylgi, frelsari allt í krafti. Ég gefst þér einum, ó Jesús, ég gefst þér. Jesús, fluttan getur fjöll, hann frelsað getur hvern mann, frelsað getur hvern mann. Mig, höfundur míns hjartans, því hann sigraði gröf, Jesús sigraði gröf. Jesús, fluttan getur fjöll, hann frelsað getur hvern mann, frelsað getur hvern mann. Mig, höfundur míns hjartans, því hann sigraði gröf, Jesús sigraði gröf. Lýsir ljós þitt sjá, syngjum sigur vann hann, segðu öðrum frá. Jesús, lýsir ljós þitt, láttu heiminn sjá. Syngjum sigur vann hann, segðu öðrum frá. Jesús, fluttan getur fjöll, hann frelsað getur hvern mann, frelsað getur hvern mann. Mig, höfundur míns hjartans, því hann sigraði gröf, Jesús sigraði gröf. Jesús, fluttan getur fjöll, hann frelsað getur hvern mann, frelsað getur hvern mann. Mig, höfundur míns hjartans, því hann sigraði gröf, Jesús sigraði gröf. Takk Jesús, halleluja. Við bjóðum ykkur velkomin á samkomu hjá okkur í dag. Þökkum Guði fyrir það að við fengum tækifæri til að vakna í morgun. Það er bara þannig. Og ég svaf ekki við mig. Það er pínu erfitt fyrir þá sem að syngja á sunnudagsmorgni. Við þurfum að vakna mjög snemma til þess að vera tilbúin í söng. Allavega, ég vaknaði klukkan 7 morgun, ég veit ekki þið gjörðu. En við ætlum að lofa Guð í dag með lofgjörð og við ætlum að heyra orð hans í dag.
Við ætlum að fara breytt hérna út í dag. Við ætlum að fara inn í nýja viku með kærleika, gleði, frið, langlindu, gæskil. Já, ok, ég ætla ekki að tella þetta allt upp. Þið lesið bara Biblíuna. En við ætlum að biðja Guð að vera með okkur í dag og við ætlum að, eins og þið sjáið, þá erum við hérna 3 á sviði. Það er einangrun hjá Rabba og það er, já, þið veitir hvernig þjóðfélagið er. Svo við ákvæmum bara að gera þetta sjálf. Það var næstu því að við vorum bara 2, en við píndum Inga og gefum Inga gott klap. Við erum mjög þakklátt fyrir hann. Og hann var vakinn snemma í morgun til að... En við ætlum að biðja Guð að vera með okkur í dag og endilega verið með þeir sem heima sitjið og þeir sem eru í salnum, lofið Guð með okkur. Við ætlum bara að hafa ljúfa stund í nærveru hans í dag, af því hann segir þar sem 2 eða 3 samankomnir í hans nafni, það er hann mitt á meðal og hann er hér svo sannarlega mitt á meðal. Heilagur Drottinn, ég þakka þér fyrir trúfestina, ég þakka þér fyrir að þú ert hinn sami í gær og í dag og alla eilíf. Ég þakka þér fyrir að þú ert sá sem þú segist vera. Ég þakka þér fyrir að við fáum tækifæri til þess að vexa með þig í dag, til þess að lyfta upp þínu heilaga nafni. Ég bið að mæta okkur Drottinn til andarsálar og líkama og ég bið að gera eitthvað nýtt við okkar líf í dag. Gefa okkur eitthvað nýja von, eitthvað nýja þrá, eitthvað nýja sýn, lækningu, það sem þarf inn í líf okkar Drottinn. Ég bið þig, vertu með okkur og Drottinn minn, fylgt okkur á þér, fylgt okkur á þér. Við lofum þig í dag, í Jesú heilaga nafni, amen. Nafnið Jesú, lausn og frelsi veitir þetta nafn frá sér. Meðan fjöldans nafn mun fölna, muni færa nafn hans ljóma og það lýsir mönnum leiðum ógreið fjöll. Það er leiðin sem við ferðumst yfir öll. Syngjum saman. Nafnið Jesú, fagra nafnið Jesú, fyrir nafnið Jesú. Mun opnast perluliðin, inn ég geng og lít hans auglið unturblíð. Sá sem Kristur Jesú kallast, komu hans ég þá mun minnast. Hér á Golgata hann gaf upp andann sinn, til að gæti ég og þú séð himinninn. Nafnið Jesú, fagra nafnið Jesú, fyrir nafnið Jesú á ég líf í dag. Nafnið Jesú, fagra nafnið Jesús, fyrir nafnið Jesú á ég líf í dag. Takk fyrir trúfestina, Drottinn Jesús. Ég þakka þér fyrir að þú ert sami, Drottinn minn. Hvort sem við erum í dalnum eða upp á hæð, Drottinn, þá ertu sami, Drottinn. Ég þakka þér fyrir, Drottinn minn, að þú snýrð við lífum í dag, Drottinn. Ég þakka þér fyrir að þú gefur von þar sem engin von er, Drottinn minn. Heilaga Drottinn Jesús, snertu við okkur, Drottinn.
þig, við lyftum nafni þín í dag, Jesús. Syngjum saman. Nafnið Jesú, fagra nafnið Jesú, fyrir nafnið Jesú á ég líf í dag, á ég líf í dag, á ég líf í Heiðri þig, veröldin öll eigi sig, sér hver sá, jörð, tungl og sól játi þig, ekkert hindrar mig, því lofa við nú í sannleika, ég tilbið þig, Drottinn dýrðar, dvel mér hjá, ég vil vera nærri þér, vil vera nærri þér, Drottinn dýrðar, dvel mér hjá, ég vil vera nærri þér, vil vera nærri þér. Heiðri þig, veröldin öll eigi sig, sér hver sá, jörð, tungl og sól játi þig, ekkert hindrar mig, því lofa mig nú í sannleika, ég tilbið þig, Drottinn dýrðar, dvel mér hjá, ég vil vera
vil vera nærri þér. Halleluja, skulum biðja. Þakka þér, Drottinn minn, að við megum dvelja í nærveru þinni. Þú ert hér mitt á meðal okkar. Þú ert hér í hjörtum okkar. Þú býrð í okkur, Drottinn. Og andið þinn fyllir okkur. Og þú starfar í okkur og á meðal okkar, Drottinn. Og þökkum þér. Svo við, Drottinn minn, leggjum líf okkar alveg sérstaklega fram fyrir þín og biðjum þig að tala, vinna, starfa, breyta, lækna, gera heilt það sem þarf að gera. Bæði hjá okkur sem í salnum þeir sem eru heima eða hvar sem þau að hlusta í Jesú nafni. Og Drottinn, mér langar að við leggja fram líka frá þá fjölskyldu sem hafa mist ættvinni sína eða þeir eru týndir. Hvar sem þau eru í heiminu, Drottinn minn, komdu með huggun þína, komdu með nærveru þína. Jafnvel í miðri sorg ekkert eins og nærvera þín sem kemur og huggar, sem kemur og umvefur og læknar. Við biðjum það fyrir þessa fjölskyldur í Jesú nafni. Amen. Amen. Halleluja. Bara smá hér. Næsta miðvikudag bænastund. Klukkan 7 íhugun, sóking íhugun, 7:30 bænastund. Svo erum við með náttúrulega samkomun okkar. Og það allir að vakna hérna klukkan 11 núna sé ég fyrir 11. Meira þess að söngvararnir, hressir og kátir, raddirnar glaðvakandi. Já, þetta gaman, þetta gaman. Þið sem eru heima, velkomin með okkur á þessa samkomu. Það enn pláss í salnum fyrir næstu sunnudag. Þið vitið af þessu það búið að opna. En ég skil alveg að menn fari varlega til að byrja með og skil það svo mjög vel. En verið velkomin hvort sem í salinn eða skjánum til þess að vera með okkur dásamlega lofgjörð til Drottins og hlusta Guðs orð. Við ætlum að taka samskotið okkar. Á skjánum sjáum þið upplýsingar hvernig þið getið lagt inn ef þið viljið taka þátt í að gefa. Það eru baukar hér á borðinu, það posi frammi. Verið velkomin til þess og Guð bless ykkur. Það engin kvöð, engin skylda, en Guð bless ykkur fyrir framlag ykkar til starfsins í Guðs ríki. Amen. Kristur Jesús lífsins von.
frelsi fyrir nafni þig, Kristur Jesús lífsins von. Halleluja, lofa hann sem leysti mig, halleluja, dauðinn varð að beygja sig, leystir hlekkjað lífið mitt, frelsi fyrir nafni þig, Kristur Jesús lífsins von. Kristur Jesús lífsins von, Kristur Jesús lífsins von. Drag mig nær þér, Guð, ætíð geymdu mig. Ég gef þér allt sem kært mér því vinur vil ég vera þér. Yndi mitt þú ert drottinn minn. Þú einn ert Jesús upprisinn og dýrð þína og ást ég finn. Vísa mér þinn veg, drag mig nær þér, Guð. Þú ert mér allt sem mitt hjarta þráir. Þú ert mér og vertu nærri mér. Drag mig nær þér, Guð, drag mig nær þér, Guð, ætíð geymdu mig, ætíð geymdu mig. Ég gef þér allt sem kært mér því vinur vil ég vera þér. Yndi mitt þú ó Jesús, þú ert minn. Þú ert drottinn minn. Þú einn ert Jesús upprisinn og dýrð þína og ást ég finn. Vísa mér þinn veg, drag mig nær þér, Guð. Þú ert mér allt sem mitt hjarta þráir. Þú ert mér allt
Það svo merkilegt, það eiginlega skiptir engu máli hvort það séu 1, 2, 3 á palli eða bara 17 manns. Þú veist, þetta snýst nærveru heilags anda. Og Biblían búin að lofa okkur því þar sem að 2 eða 3 eru saman komnir í hans nafni, þar hann mitt á meðal. Og það þarf ekki allar þessar umbúðir sem að við oft höfum, heldur það þarf einlægt hjarta. Má ég biðja ykkur að rísa á fætur og bara biðja með mér. Það nærvera, það er smurning hér í dag. Og það sem að gerist þegar smurningin og við þekkjum það, smurningin brýtur okið. Þú veist, við erum kannski að gangi gegnum eitthvað, það kemur eitthvað svona hugarvíl í hugan. Svo eitthvað sem gerist þegar smurningin kemur og allt í einu kemur þessi skýrleiki sem aðeins Guð getur gefið. Og ég trúi því að hann vil gefa skýrleika hér í dag. Ég bara trúi því. Ég veit hann hefur verið að gera það með mitt líf undanfarið og ég trúi því að hann vil gera það sama fyrir ykkur. Hann nefnilega fer ekki manngarinnar álit. Hann nefnilega svo frábær. Hann gerir engan grein af minna fólki. Og við erum öll bara börnin hans og ef við þurfum á ykkur að halda, þá hann trúr. Hann trúr að gefa okkur það sem við þurfum. Þannig ef þú ert með eitthvað sem að þú þarft frá Guði að halda, nefndu það við Drottinn. Gerðu það núna bara þegar við biðjum saman. Leyfðu hrópi hjartans að koma fram. Hann heyrir. Og það ekkert svo smátt að hann sjá ekki. Þannig að tölum við Jesú í dag og opnum hjart okkar fyrir því sem hann vill gera. Má ég heyra með. Lyftum við pöndum okkur og biðjum. Drottinn, ég bara þakka þér. Ég þakka þér fyrir, Drottinn, tækifæri að koma í hús þitt, Drottinn, og lofa þitt nafn. Þú stærri en allt, Drottinn. Þú ert meir en allt og þú skapari alls. Þrátt fyrir það, þá elskar okkur fyrir umhugað börnin þín. Og ég vil þakka þér fyrir umhyggju þína. Ég vil þakka þér fyrir kærleika þinn. Ég vil þakka þér fyrir endurreisn þína. Og Drottinn, jafnvel þótt að við föllum og við eigum það til að gera einhverja vitleysu, þá reisur okkur við. Og Drottinn, jafnvel þótt að við förum, Drottinn, í gegnum dimman dal, þá ertu þar. Sproti þinn og stafur, hann huggar okkur. Og ég vil bara þakka þér í dag fyrir endalausan kærleika þinn. Ég get aldrei full þakka, Drottinn minn, fyrir þá gjöf sem að þú ert. Og ég bara lofa því í dag og ég þakka þér heilagi Faðir. Og ég bið fyrir einum og sérhverjum hér. Ég bið að múrar mættu brotna. Ég bið að heilagur andi þinn, Drottinn, mætti ryðja úr vegi þar sem að stendur á milli okkar og þín. Og Drottinn minn, það svo margt, það getur verið bara áhyggjur þessa heims, það getur verið streita, það getur verið eitthvað sem við höfum gert sem upplifir og við upplifum smán. En ég bara brýti gegn í Jesú nafni. Og verði viljið þinn, heilagi Faðir. Verði viljið þinn með þessa kirkju, með Guðs ríkið á Íslandi, Drottinn, verði viljið þinn. Harabashiak, halleluja. Og ég bara lofa þig, heilagi Faðir, í Jesú heila nafni og allir liðinu sagði. Amen, fáðu ykkur sæti. Mér langar að lesa hérna, langar að fara með ykkur bara í smá hugleiðingar sem Guð hefur verið að gefa mér varðandi þetta ár 2022. Það margt að gerast, vinir. Það margt að gerast. Nýbúið að opna og fólk svona tínast aftur á samkomu. Komin tími til. Amen. En mér langar til þess að fara fyrst í ritningarstað sem í Efesus 5. Og það svona kannski orðið, yfirskrift predikunar vakna þú sem sefur. Og ég veit ekki með ykkur en ég hef þurft að vakna. Vakna til nýra tíma og svona nýr raunveruleiki. Og ég trúi því að Guð vil segja þetta við kirkjuna, vakna þú sem sefur. Amen. Þannig að við ætlum að lesa í Efesus 5. Metið rétt hvað drottni þóknast. Eigið engan hlut í verkum myrkursins sem ekki gott lýst af. Heldur flettið miklu frekar ofan af þeim. Því að það sem slíkir menn fremji leyndum og jafnvel svífurlegt að tala. En allt það sem ljósið afhjúpar verður augljóst. Því að allt sem augljóst í ljósi. Því segir svo, vakna þú sem sefur og rís upp frá dauðum. Ég ætla að segja þetta aftur, vakna þú sem sefur og rís upp frá dauðum.
og þá mun Kristur lýsa þér. Hafið því nákvæma gátt á hvernig þið breytið, ekki sem fávís, heldur sem vís. Fyrir nokkrum mánuðum síðan, þá las ég mjög áhugavert viðtal við Elísabetu Bretlandsdrottningu. Ég er mikill áhugamaður konungsríki í Bretlandi. Ég las til dæmis bókin Díönu prinsessu þegar hún var og hét, og það var mikið áfall fyrir mig þegar Díana prinsessa dó. Og ég man með þess að hvar ég var því ég fekk tilkynninguna. Jóhanna, varst það ekki þú sem hringdir í mig? Já, ég hringdi í hana, fyrirgefðu, til þess að hafa þetta alveg á hreinu. En allavega, ég las þetta viðtal við Elísabetu Bretlandsdrottningu og mér fannst það mjög áhugavert. Og hún var spurð í viðtalinu, er þetta ekki búið að vera erfitt? Er ekki búið að vera erfitt að fara inn í þetta hlutverk og bara valda því? Að vera bara drottning yfir Bretland og öllu því sem að því fylgir. Og hún svaraði mér mjög áhugaverðum hætti. Hún sagði, þetta er þetta náttúrulega meira en að segja það, en ég fæddi þetta. Ég fæddi þetta hlutverk. Og hún sagði það sem að meira ég var þjálfuð upp í þetta. Ég horfði á pabba minn og ég sá hvað hann gerði og ég hef í rauninni bara hent eftir. Hún var sem sagt lærisveinn pabba síns. Og fyrir henni var þetta bara, hún sagði, ég bara hugsa þetta ekki þannig, þetta er bara það sem ég fætt til að gera. Og ég hef mjög oft hugsað þetta viðtal. Þetta er nefnilega opinberun. Það er bara ekkert öðruvís en það. Og það sem að gerist á lífsins gönguvinir að við rötum í alls konar hluti. Það kemur streita, það kom áhyggjur inn í líf okkar og allt í einu fyrir raunveruleiki fyrir utan sem er bara tímabundin raunveruleiki. Einhverja kringustæði sem við erum að gangi í gegnum akkurat á þeim tíma og við gleymum okkar raunverulega tilgang í lífinu. Og það er nefnilega ekki gott. Og þar að leiðandi oft sofnum við á göngunum með Guð út að við erum ekki að framganga í þeirri köllun sem að Guð hefur fyrir líf okkar. Guð hefur áætlun og hún er stór. Og við gleymum stundum að það er hann sem hefur sigrað heiminn. Og vitið það, hann býr í þér. Hann býr í mér. Sem þýðir það að þegar við förum í gegnum kringumstæður, þá er hann sem hefur sigrað heiminn, hann er með þér í kringumstæðanum. Hann er ekkert að fara að skilja þig eftir einhvers staðar. Hann er með þér. Og við oft flækjum málin, við höldum einhvern veginn að þetta sé undir okkur komið. Við þurfum að vera svo klár og við þurfum að kunna allt, en það sem var áhugavert við það sem að Bretlandsdrottning sagði, hún sagði þetta. Það er konungur sem er mér æðri. Hún er dýrlega frelsuð kona. Hún er dýrlega frelsuð. Og hún talaði það í viðtalinu, hún bæði kvölds og morgna og oft á dag. Og hún vissi að kraftur sinn kom ekki frá henni sjálfri. Hann var gefinn af Guði. Hlutverki var gefið af Guði. Og vitið það, við þurfum að vakna upp í þennan raunveruleika. Og þú spyrir, ok, Elísabet Bretlandsdrottning, hún á 70 ára afmæli sem drottning Bretlands í dag held ég. Og og þið hugsið, ég meina, Bretlandsdrottning, ég sé ekki alveg samhljóminn, jú, við erum konunglegt prestafélag. Biblían er alveg skýr með það. Og við höfum vald og við höfum öll mæli trúar. Og við höfum öll ákveðna köllun á okkar lífi sem að Guð vill sjá eiga sér stað. En það sem að gera stundum að það fyrir að fenna yfir áhyggjur þessa lífs. Og látið mig þekkja það. Ég hef upplifað fullt af áhyggjum í þessu lífi. Það er alveg þannig og ég fatta það. En þá þurfum að hlusta af okkur rykið. Við þurfum að vakna, við þurfum að vera meðvituð að vakna. Því að tíminn færist nær. Já, þetta er nefnilega svolítið magnað. Takk fyrir mamma. Amen. Og það sem að meira vitið það, Guð notar nefnilega oft miðnættustundin í okkar lífi. Hann notar stund þar sem að við upplifum eins og við getum ekki hreyft okkur. Það er allt svart, við sjáum ekki von.
Og hann gerði það í mínu lífi fyrir 20 árum síðan. Þá er ég búin að ganga í gegnum mikil áföll. Þú veist, ég var á rosalega slæmum stað andlega, búin að vera frelsu allt mitt líf. Var bara alls ekkert að ná neinu hvað það þýddi. Sem einmitt svo oft hjá okkur. Við vitum í rauninni ekki hvað við eigum. Það er nefnilega málið. Og Guð notar oft svona erfiðar lífsreynslu til þess að opna augu okkar. Og þarna var ég komin í algjört þrot og ég þurfti að taka ákvörðun. Ég þurfti að taka ákvörðun, annarkvort ætla ég að vera í þessu þrotar hugarfari eða ég ætla að endurnýja hugan. Og ég ætla ekki bara að vera einhver sem að þekkir orð Guðs hér. Ég vil að orð Guðs fari héðan, niður í gegnum hálsinn sem er vilji okkar. Þetta er mynd af vilji okkar, hálsinn, og fari niður í hjartað. Og það sem að við getum gert, vinir, er bara hreinlega að taka ákvörðun. Við þurfum að taka ákvörðun að vakna. Og hvað gerist ef við vöknum? Við förum úr einum raunveruleika í annan, ekki satt. Það er það sem gerist ef við vöknum. Og allt í einu fer raunveruleiki Guðs að vera hlutskipti okkar. Og ég man á þessum tíma, bara til þess að gefa ykkur svona bara örfá, svona brota því hvað ég gerði. Ég settist niður með manninu mín og við tókum ákvörðun. Við ætlum ekki bara að vera heyrendur oss, við ætlum að vera gerendur. Við ætlum ekki bara að vita alls konar, við ætlum að bara prófa að ganga fram í því. Og veit þið, það bara virkar. Ég bara segi ykkur það, orð Guðs virkar. Þetta er ekki einu sinni flókið. En við erum oft svo full af þekkingu, við erum með risa útblásin haus. Það nefnilega dugar ekki. Það er frábært að eiga þekkingu, en vitið það þekking sem fer í gegnum vilja okkar og breytir okkur og fer að vera hluti af líf okkar. Það er lífgefandi. Og það sem við tókum ákvörðun ég og maður minn, og við munum þetta svo vel, bæði tvö, er það að við tókum ákvörðun að breyta líf okkar. Við fórum að tala líf en ekki dauða. Og þegar einhver kom og hringdi í okkur og eitthvað svona og það var eitthvað verið að tala eitthvað neikvætt, þá tókum við ekki þátt í því. Þetta er lykilatriði, vinir. Það er lykilatriði að vera ekki endalaust að tala eitthvað dauða. Það sem hefur líka hjálpað mér í svona kringumstæðum er bara hreinlega hætt að horfa á fréttir. Nei, stundum þurfum við bara svona slökk á fréttunum. Vitið, það er svo mikið öskur í gangi að við tekið eftir í þjóðfélaginu okkar. Það er einhvern veginn allir svo ósáttir og reiðir og slökk á fréttum. Akkurat. Og það sem að gerist er bara að þú ferð allt í einu, þú veist eins og með COVID og annað, þú ferð allt í einu að vera bara heila þegin á COVID. COVID er bara allstaðar og þú hugsar ekki annað en COVID. Og og sem betur fyrir COVID að vera búið. Þannig ég varð að minnast á það. En það sem við gerum meira er að við fórum að biðja meira. Við fórum að stunda okkar andlega líf miklu meira. Og við fórum að lesa meira. Og ég fór að tala yfir lífið mitt lífgefandi orð Guðs. Ég fór að minna mig á hver ég er í Drottni. Og ekki út af því að ég er svo klár eða ég er svo góð eða ég sé alveg með þetta. Nei, það er út af því að hann er með þetta og hann er í mér. Og hann hefur gefið mér þetta vald. Og ég get stigið ofan á kringumstæðnar, höggorm og dreka. Og ég get stigið fram og ég þarf ekki að vera í einhverjum lás út af því að ég kann ekki eða get ekki. Hann er það. Hann er stór, hann er mikill. Þannig ég gekk fram í því og vitið það, líf okkar breyttist algjörlega. Það breyttist algjörlega. Og við vöknuðum. Við vöknuðum. Halleluja. Og vitið það, ég trúi því að kirkjan á Íslandi, einstaklingar þurfa að vakna, kirkjan þarf líka að vakna. Við þurfum að vakna. Vakna þú sem sefur. Já, og rís upp, nákvæmlega. Og mér langar til að fara í Mattheus 23, en þar er þessi saga. Dæmissaga. En, hvað sagði ég? Já, þið finna út úr þessu. Akkurat. Við erum rosalega heimilislega hér í dag. Þið finna út úr þessu. Já, þetta er í biblíunni.
En Jesús sagði, þá er líkt himnaríki og 10 meyjar sem fóru til móts við brúðguma með lampa sína. 5 þeirra voru fávísar og 5 hygnar. Þær fávísu tóku lampa sína en höfðu ekki olíu með sér. Hvað er olían í þessu samhengi? Heilagur andi, bænasamfélagið, vakning, olían brýtur okið. Og svo framvegis. En hinnar hygnu tóku olíu með sér á könnum ásamt lömpum sínum. Nú dvaldist brúðgúmunum og urðu þær hvað? Syfjaðar. Og þær sofnuðu. Og hvað gerir síðan? Miðnætti. Það er eitthvað sem gerist við miðnætti. Það er eitthvað sem gerist þegar við erum á stað. Það sem að við sjáum ekki handokkaskil á miðnætti. Þá kemur oft kall frá Guði. Og þá kemur kallið sjá brúðguminn kemur. Hann er að koma. Og vitið það, ég trúi því að þetta orð sjá brúðguminn kemur, við vorum með þess að syngja það áðan. Kom drottinn Jesús, kom drottinn Jesús. Þetta hróp byrjar að myndast. Brúðguminn kemur og þá fara alla meyjarnar að vakna. Og vinni, nú er þetta hróp að eiga sér stað, það er búið að vera svo sannarlega svart. Við höfum varla getað haldið samverur og annað slíkt. En nú er komið þetta kall, sjá brúðguminn kemur, því að kirkjan þarf að vakna. Við þurfum að vakna inn í nýjan raunveruleika. Við þurfum að vakna frá áhyggjum þessa heims og við þurfum að stíga inn í eitthvað sem heitir nýr raunveruleiki. Það er raunveruleiki Guðs sem að þú og ég höfum aðgangað. Og sjá brúðguminn kemur. Halleluja. Takk Jesús. Nú er það, hérna, já. Og þetta hróp byrja aftur að myndast í mínu lífi. Ég er búin að vera frá vegna veikinda. Áhyggjur þessa heims, hlutir sem kom úr fortíð minni. Ég á mikla áfallasögu á baki og ég þurfti að leita mig hjálpar. Og það var einmitt á þessum svarta, erfiða stað sem ég var á bara fyrir nokkrum vikum. Að kalli kom aftur frá drottni. Sjá brúðguminn kemur. Vakna þú sem sefur. Og hvað gerist þegar við vöknum? Þá mun Kristur lýsa þér. Þá mun Kristur lýsa þér. Og vinir, við þurfum að hrista af okkur þessa áhyggju, þessa lífs og vita það að við erum kölluð í hlutverk. Við erum kölluð til að sinna hlutverki. Og fyrir mér er þetta þannig á hverjum einasta morgni þá velja Jesú. Ég byrja því að eiga samfélag við Jesú. Ég bið til drottins og ég á þetta einingar samfélag við hann. Og það sem ég er í raun að gera, og ég ætla bara að sýna ykkur það. Og hverjum einasta degi þá bara vakna ég. Ég fer að íklæðast honum. Þetta á að vera skikki eins og Elisabeth Bretlandsdrottning, en við erum ekki með búningadeild í Smárakirkju. Við látum þetta duga. Þið skiljið hvað ég er að meina. Þið munið hvað hún sagði. Hún sagði, ég fætti þetta hlutverk. Það eina sem ég geri, ég bara klæði mig í fötin og ég geng fram í því sem ég á að vera að gera. Og við þurfum að gera það sama, vinir. Við þurfum að taka Elisabethu Bretlandsdrottningu til okkar fyrirmyndar og við þurfum bara að fara að íklæðast því sem að Guð hefur gert fyrir okkur á hverjum einasta degi. Á hverjum einasta degi. Við tökum ákvörðun á hverjum einasta degi að vakna. Að vakna. Já, og við þurfum að vakna, vinir. Þannig er staðan. Og vitið það eru allt og margir sofandi í dag og við þurfum að vakna. Amen. Halleluja. Og mér var svo athyglisvert. Síðasta sunnudag þá fer Halldór í vers sem ég ætla að tala líka í dag. Og það er Rómverjabréfið í 12. kafla. Og það er þetta varðandi mitt að endurnýja hugarfarið. Og mér langar til að lesa þessi vers bara örstutt, þannig að við séum öll bara on board. Því brýni ég ykkur systkin að þið vegna miskunnar Guðs bjóði fram sjálfa yður að lifandi heilari Guði þóknarlegri fórn.
Það sönn og rétt Guðstyrkuna viðar hendi. Fylgið ekki háttsemi þessa heims. Látið umbreytast með hennu nýja hugafarið og lærið svo að skilja hver vilji Guðs hið góða, fagra og fullkomna. Nokkur atriði í þessu versi sem ég vil koma inn á. Hvernig umbreytust við? Hugarfarið. Halldór kom inn á síðast. Umbreyting hugarfarsins þýðir að skipta skoðun. Og vitið, það opaslega þroskamerki að skipta skoðun. Ef að Guð með aðra skoðun, þá förum við inn á þá skoðun. Og það þroskamerki. Og þá byrja þessi ávextir sem að Guð hefur lofað okkur og líf okkar, þá byrja þeir að koma fram í líf okkar. Þessi ávextir. En það annað í þessum versum sem að gera það verkum að hugafari breytist. Og það að við leggjum sjálf okkar á altari Guðs. Það frum orsök þess að hugafari okkar breytist. Og hvað þýðir það? Að leggja sjálf okkar á altari, þetta svona orðalag sem að enginn skilur, þú veist, hvernig á ég að leggjast á altarið? Og auðvitað verið að vísa í Gamla testamenti, það verið að vísa í það sem Ísraelsmenn gerðu forðum daga með því að fórna dýrum á altari. Og við erum þessi fórn. Jesús hinn fullkomna fórn, en við eigum líka að vera þessi fórn. Egóið okkar þarf að deyja. Okkar plön þurfa að deyja. Hans plön þurfa að ná fram að ganga. Og hvað gerðist við fórnina? Hún breytti form. Hún fór úr því að vera dýr og yfir í það að vera ösku. Og hvað sagði Guð okkur? Hvað gerist fyrir öskun? Hann gefur fegurð í stað ösku, ekki satt. Hann gefur fegurð í stað ösku. Og hvað gerðist við öskuna? Hvað gerðu þið við öskuna á sínum tíma? Þeir fóru með öskuna út fyrir borgamúrana. Og veitir hvað hún gerði? Hún var lífgefandi fyrir holdsveika sem voru fyrir utan borgamúrana. Þegar við breytum okkar hugufar og skiptum skoðun, þá eru við þessi fórn á altari Guðs. Og veitir það, fólk sem í kringum okkur mun líka upplifa lækningu. Lækningin kemur þegar við erum fórn. Hugafarið þarf að breytast þegar við tökum ákvörðun að gera hlutina eins og Guð vill að við gerum hlutina. Halleluja. Og í dag, vinir, þá ég bara búin að taka ákvörðun. Þetta ár mun ekki fara til ónýtis. Ég ætla að sjá vakningu. Og ég ætla að sjá vakningu í mínu lífi. Ég ætla að fara að stíga fram á það sem að Guð hefur sagt sem aldrei fyrr. Og ég ætla að sjá, við ætlum að sjá hróp myndast í þessu landi. Og vinir, það margt að fara að breytast. Kirkjan til dæmis getur ekki verið bara fólk sem kemur saman einu sinni í viku sem ekki þekkjast. Kirkjan þarf að vera heima hjá okkur, hún þarf að vera staður þar sem að við öll getum fengið uppörfun, hvatningu, leiðbeiningu, þar sem við styðjum hvort annað. Og ég mikið undanfarið búin að vera að hugsa frumkirkjuna. Hvað gerði frumkirkjuna svona magnaða? Jú, þau komu saman, þau brautu brauð, það var fræðsla, það var uppörfun, en þau stóðu saman. Og vitið það, á síðustu tímum þá kennir Biblían að kærleikurinn kólnar. Það sem að við þurfum að gera í kirkju Guðs, það að glæða elda kærleikans. Ef að hjarta okkar ekki opið, hvernig eiga á fólk hérna fyrir utan að sjá að við erum lærisveina Guðs? Í þjóðfélagi þar sem að samskiptin eru like á Facebook og bara kasta kveðju í gegnum Messenger, það ekki nóg. Það ekki nóg. Og við þurfum að passa að vera ekki hægjendum okkur og segja bara Drottinn, frelsa þetta fólk að núti. Blessa þetta fólk að núti. Hann hefur sendt mig og þig.
Og margir les ekki eins og í ritninguna. Þú ert ritningin sem að fólk les. Hvað sér fólk þegar það sér mig og þig? Það á að sjá kærleikann. Það á að sjá manneskju sem búin að skipta skoðun. Það á að sjá manneskju sem búin að vera á altari Guðs, sem lífgefandi fyrir viðkomandi. Manneskja sem hefur eitthvað að gefa. Það það sem að fólk á að sjá. Þannig ég segi enn og aftur, vakna þú sem sefur. Og rís upp. Og þá mun Kristur lýsa þér. Þá munu ávextir andans fylgja þér. Þá munu hluti gerast í lífinu sem þú hefur aldrei trúað að gætu gerst. Það það sem mun gerast. Og ég trúi því að vakningin hefst hjá okkur. Hún byrjar í mínu hjarta, hún byrjar í þínu hjarta. Og svo breiðist hún út eins og eldur, kærleikseldur. Þegar við förum að uppræða hvort annað, vera til staða fyrir hvort annað. Þegar ég segi fólki frá hvernig Guð hefur endurnýjað mig. Hugsið ykkur. Hugsið ykkur hvað við höfum mikið að gera þegar við endum nýjum hugsun okkar. Þegar við skiptum skoðun. Og þegar við erum orðin annað form. Og við erum lækning og lífgefandi fyrir þá sem eru andlega holdsveikir. Ég vona þið taki við þessum boðskap í dag. Því ég trúi því að Guð vill vekja okkur. Það bara þannig. Já, ég ætla ekki að hafa þetta eitthvað rosalega langt, en mér langaði til að bara segja ykkur það sem ég búin að vera að gerjast í mínu höfði varandi þetta ár. Og mér langar líka, það ein pæling sem svona fæðast í mínu hjarta, sem ég tel vera mjög mikilvæga. Og mér langar til þess að hafa fund með kirkjunni. Til þess að fara í leiðir, hvernig við getum vaknað. Og þeir eru velkomin og náttúrulega þeir sem eru í kirkjunni og eru ekki hér í dag, allir velkominir. En ég ætla að senda út funduboð bara þegar þar kemur, en mér finnst mjög mikilvægt að við búum til miklu meira samfélag. Að við förum aftur í grunninn. Við förum aftur í grunninn. Við förum aftur í það sem að þeir gerðu á tímum Krists. Og við förum aftur í það hvernig lærisveinarnir höguðu útbreiðslu orðsins, hvernig þeir voru til staðar og fólkið, og það bættist í okkur með einasta degi, vinir. Út af þetta ekki flókið. Við oft búum til einhvern pakka. Pakkin sem slíkur ekki heilagur. Inntakið heilagt. Umgjörðin skiptir í rauninni ekki öllu máli. Það inntakið. Þannig að við ætlum svolítið að finna út úr því hvernig við getum vaknað. Og ég hef ákveðnar hugmyndir það. Þannig að við langar til að segja ykkur að það fundur framöndan. Ég elska fundi. En þið ekki bjartsýn fyrir árið? Það ekki? Þetta nefnilega magnað ár. Amen. Eigum við að rísa á fætur? Ég vona ég sé ekki of æst og þeir sé bara, ok, ráum okkur. En ég bara, viti það, elskurnar mínar, ég elska ykkur. Og ég elska kirkju Guðs. Og viti það, Guð notar kirkjuna til þess að vera þetta hreyfiafl, til þess að vekja, til þess að bæta, til þess að umvefja, til þess að gera svo margt. Og veitir það, kirkjan bara þarf að fara aftur í stellingar að vera nákvæmlega það. Má ég heyra amen? Amen. Biðjum saman. Drottinn, við bara komum fram fyrir þig. Ég þakka þér fyrir heilagleika þinn. Ég þakka þér fyrir það, Drottinn minn, að þú ert hinn sami í gær og dag alla eilífð. Og ég þakka þér fyrir, Drottinn minn, í dag að þú ert að vekja okkur upp. Þú ert að vekja okkur upp til nýs veruleika. Og þetta í rauninni ekkert nýr veruleika, þetta þinn veruleiki. Og Drottinn, ég þakka þér fyrir það, Drottinn minn, að jafnvel þótt að við sem að upplega miðnættu stund, að þá ert þú með kall. Þú kallar okkur til því. Og Drottinn, ég þakka þér fyrir að þú gefst aldrei upp. Þú gefst aldrei upp. Þú elskar miklu meira en við getum nokkru sinni ímynda okkur. Og ég vil bara þakka þér, Drottinn minn, fyrir kirkju þína. Ég vil þakka þér fyrir áætlun þína. Ég vil þakka þér fyrir, Drottinn minn, að þú hefur reynst trúfastur í gegnum allt. Og ég bið Drottinn að vekja okkur upp.
Drottinn að gefa okkur skýra sýn. Hjálpa okkur til að taka skref sem eru raunveruleg til heilla fyrir Guðsríkið, fyrir okkur sjálf. Og Drottinn, ég bið Jesús að múrar, þegar við tökum ákvörðun að vakna, að múrar mættu falla í okkar lífi. Að við mættum upplifa gegnumbrot sem við höfum ekki séð áður. Og Drottinn Jesús, og það sem að vill hindra, ég brýta á baka aftur í Jesú nafni. Og Drottinn, ég bara lofa þér fyrir það, Drottinn minn, að þú ert trúr. Þú kemur ekki á seint. Og ég bara elska þig. Ég elska þig að öllu hjarta, Drottinn minn. Og ég gefst þér einu sinni enn og ég bara leggst á altarið þitt. Verði vilji þinn. Í Jesú heila nafni. Og allur líðinni sagði. Amen og amen. Drottinn blessi ykkur, elskurnar mínar. Ég gleymi einu fyrir ekki bara mamma og ammali eftir á föstudaginn í vikunni. Og það verður ammælisveisla hér á föstudaginn. Þannig ég hvet ykkur til að koma. Nú samkoman á enda. Við þökkum þér fyrir að hafa verið hér, en við værum alveg til í að sjá þig hér í kirkjunni okkar. Við erum kirkja fyrir þig. Láttu sjá þig og leyfðu okkur að gefa þér þann kærleik. Takk fyrir að vera með okkur í dag og Guð blessi þig út vikuna. Sjáumst eftir eina viku.